Það er sannarlega ekki á hverjum degi sem nýir goshverir myndast, en í september urðu breytingar hér á jarðhitasvæðinu við Gunnuhver á Reykjanesi og þessi hérna skaut upp kollinum. Goshvernum hefur ekki ennþá verið gefið nafn, en það síður í honum og bullar og á 10 til 15 mínútna fresti þeytir hann leirtrullu á annan 2 metra upp í loftið. Goshverir eru ekki algengir, hvorki í Íslandi né annars staðar í heiminum, og þeir eru oft mjög skamlífir. Þeir lifa stundum stutt, kannski innan við ár, stundum nokkur ár, stundum lengur. Og þetta er ekki einu breytingarnar á svæðinu, því hverinn sem jarðhitasvæðið er kennt við fluttist líka búferlum. Gunnuhver, þetta öfluga gufuauga, það færði sig til nokkra metra og fór rauninni aftur á þann stað sem það var áður. Það færðist til svona 2007-2008 og þar hefur myndast mjög stór hola eða leirhver. Þar var öflugasta gufan þangað til núna í september og þá hugsanlega í kjölfar jarðskjálfta sem urðu hérna í september, þá færði gufan sig til og streymir nú upp þar sem hún streymdi fyrir 2007-2008. Gufan, hún leitar eftir léttustu leið eða bestu leið upp á yfirborðið og það getur breyst sprungur undir niðri og farvegir eða leiðin sem gufan fer getur breyst í kjölfar á jarðskjálftum. Gunnuhver er nefndur eftir afturgöngu Guðrúnar Önundardóttur, kotkerlingarinnar sem á að hafa gert mönnum lífið leitt í upphafi 18. aldar. Til þess að kveða niður drauginn var Gunna látin halda í hnykil sem valt ofan í hverinn og Gunna sjálf steyptist á eftir. En það þarf ekki endilega að hafa verið sami hver og nú er kallaður Gunnuhver. Það hefur venjulega verið tengt við svona öflugasta gufuaugað á svæðinu. Þannig að við köllum það sem gufan streymir upp núna, við köllum það Gunnuhver. En þessar breytingar hérna á svæðinu, tengjast þær virkjuninni? Nei, það gera það ekki beint. Við vitum að í náttúrulegu ástandi þá hegða jarðhitasvæði sér svona. Þau breytast mjög mikið og við þekkjum það vel í sögunni og við höfum miklar heimildir frá Reykjanesi hér þar sem að þessar breytinga er getið. En við vitum líka og höfum fylgst með því að í kjölfar virkjunarinnar sem var standsett hérna 2006 þá örvaðist svæðið mikið að gufustreymi jókst mjög mikið. En atburðirnir núna í september tengjast því ekki beintengdir starfsemi virkjunarinnar. Auður er jarðfræðingur hjá Íslenskum orkurannsóknum og hefur í starfi sínu eftirlit með breytingum á jarðhitasvæðinu. Hérna sjáum við hvernig jarðhitinn fer með bergið. Við sjáum hvernig bergið smá saman molnar og það verða að falla út svona jarðhitasteindir alls konar og ný efnasambönd verða til. Og smá saman molnar bergið niður og verður að svona jarðhitaleir. Hér er bara verið að hægt og rólega sjóða hraun niður í leir? Hér verið að sjóða hraun. Hitinn sem kraumar undir niðri skapar ýmis undarleg form á yfirborðinu, bæði lítil og stór, og það er vissara að gæta að sér í hverju skrefi, jafnvel þótt við séum í fylgd með manneskju sem gjörþekkir svæðið. Og mér finnst einhvern veginn alltaf gaman að sjá svona lítil atriði. Ég fylgist oft með svona litlum útfellingum og litunum og formunum sem myndast og svona. Mér finnst það mjög áhugavert. En líka að sjá þessi öflugu gufu streyma upp. Þetta er svolítið ótrúlegt. Þá skiptum við úr leir yfir í lopa. Við ætlum austur í Meðalland að spinna ull af feldfé.